Hefur einhvern tímann pælt í því hvað þú ert merkileg manneskja? Þú ert alveg ótrúleg, mest skapandi vera sem fer á jörðinni. Þú ert uppspretta ótrúlegar hæfni og verðmæta. Þú ert auðlind. Hvað er auðlind? Ég skal segja þér það. Orðið auðlind er samsett úr orðunum auður, sem þýðir verðmæti, og lind, sem merkir uppspretta. Þegar við setjum það saman, fáum við uppsprettu verðmæta. Þangað sem við sækjum það sem er mikilvægt til að lifa á jörðinni. Auðlind er eitthvað sem maðurinn hefur gagn af og getur nýtt sér. Auðlindum er oft skipt í 3 flokka. Auðlindir sem endurnýjast ekki, auðlindir sem endurnýjast og auðlindir sem endurnýjast hægt. Auðlindir sem endurnýjast ekki eru verðmæti sem bara er til ákveðið magn af. Ef auðlindin klárast hún og ekki er hægt að nota hana meira. Dæmi slíkar auðlindir eru til dæmis olía, kol og ýmsir málmar. Auðlindir sem endurnýjast eru þær sem endalaust er til af. Þetta eru þá sólarorka, vatnsorka og vindorka til að mynda. Það er ekki hægt að klára vind, ekki á Íslandi allavega. Auðlindir sem endurnýjast hægt eru margar, en þær sem við þekkjum ef til vill best eru fiskistofnar og skógar. Það tekur töluverðan tíma fyrir lítil seiði að verða að stórum fiskum og það þarf auðvitað ákveðið magn af fiskum til að búa til fleiri. Það sama á við trén í skóginum. Í öðru myndbandi hér á Menntakastinu er fjallað hið geysi mikilvæga hugtak sjálfbærni. Ég hveti til að horfa á það. Það er eiginlega alveg nauðsynlegt. Vegna þess að sjálfbærni og auðlindir eru nátengd atriði. Það er nefnilega svo ofboðslega mikilvægt að við nýtum auðlindirnar á sjálfbæran hátt. Til dæmis nota jarðarbúar tré til að búa til ýmislegt, til dæmis pappír og húsgögn. Ef jarðarbúar höggva fleiri tré en geta vaxið þá endurnýjast skógurinn ekki og þá heitir það ósjálfbær nýting á auðlind. Ef jarðarbúar veiða of mikinn fisk endurnýjast ekki fiskistofnarnir og fiskarnir hverfa. Þá eru veiðarnar ósjálfbærar. Olía er auðlind sem maðurinn nota til að knýja bíla, skip og flugvélar. Olía endurnýjast ekki eins og áður sagði og þess vegna er nýting hennar einfaldlega ekki sjálfbær. Best væri því að við nýttum aðra orkugjafa sem mest. Vatnsorka og sólarorka eru auðlindir sem nóg er til af og þess vegna er nýting þeirra sjálfbær. Í upphafi sagði ég að þú værir auðlind og það ertu vegna þess að í þér býr ótrúlegur kraftur. Manneskjan er mest skapandi vera jarðarinnar og alveg eins og vatnsmikill foss er nýttur til að framleiða rafmagn er hægt að nýta þig, já, þig, til að finna upp aðferðir til að nýta auðlindir jarðar á sjálfbæran hátt, svo kynslóðir framtíðarinnar geta að minnstakosti lifað jafngóðu lífi og best gerist í dag. Og helst betra. Ég held að sé best að þú byrjir núna.